Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og þetta var náttúrulega, lagið með Avril Lavigne og þetta var náttúrulega óskalag frá knattspyrnustjörnu Stokkseyrar, þarna Andra Martinsen eða ekki? Það er rétt, hann bað sérstaklega þetta lag. Já, það er ekki að spyrja því. Nei. Herðu, við ætlum að fara í gegnum árið 2013 hjá þér í mótum og það var heldur betur nóga mótum svit. Já. Og kannski byrjum aðeins þarna náttúrulega í lokaársins 2012, þá var náttúrulega Íslandsmeistaramótið. Nei, lokaársins 2013, já. Já, það er komið 2014. Það er komið 2014, tíminn líður hratt maður. Það er svo glæsið saman. Íslandsmeistaramótið fór fram núna í byrjun ársins. 2013, það var í það var nóvember. Já. Og ég er Íslandsmeistari í CrossFit 2013. Já, þannig að þú getur titlaði núna sem Íslandsmeistara bara. Já, nákvæmlega. Enda í öðru sæti 2012 og síðan núna, já. Og hvað hérna, þannig að það var markmiðið þetta allan tíman eða ekki? Klálega á leiðinni ná, ég var þetta frekar vel stemdur. Ég var búinn að, ég var reynslu meiri klálega eftir allt árið. Og líkamlega vel stemdur og hausinn var í lagi þannig að þetta gekk mjög vel. En þú náttúrulega keftir á tveim stórmótum úti og kannski byrjaði hérna Battle of London. Það er mót sem við var á núna í janúar og það var haldið í London. Já. Þetta var 2 daga keppni. Þú þurfti að qualify-in á þetta mót, þá var undankeppnin á þetta mót og það voru 150 kallar sem komast inn á mótið, 100 konur. Já. Þannig að þetta var mjög stórt mót. Ég endaði í 3. seti og ég get ekki verið ánægri með niðurstöðuna sko. Nei, 3. seti er ekki. Nákvæmlega. Og þarna voru hana svona flestir af bestu crossfiturum Evrópu hana, saman konur. Já. En þó vantaði einhverja. En ég get ekki verið annað en ánægð með þetta samt. Nei. En það er allan svo var það Frontline, það var parakeppni eða ekki? Jú, þá tók ég þátt með honum Fredrik Egidius frá Danmörku, hann er einmitt kærastinn hennar Annie Mist. Já. Og þetta var í rauninni bara, hann spurði í rauninni bara hvort að ég var ekki til að koma með honum út til Malmö hann í september 2013 og keppa með honum. Hann er náttúrulega heimsklassa crossfitari og lenti í 15. sæti á heimsmeistaramótinu núna 2013. Þannig að hann veit alveg hvað hann er að tala. Já. Mjög gott að fá að keppa með svona reynsluríkum manni. En hvernig er svona stórmót eins og Battle of London Frontline, hvað er í velun svona maður vinnur og er þetta ekki alltaf svona? Þetta eru mest svona fæ mikið að fatnaði fæðibótarefnum og alls konar svona íþróttavörum tengdum crossfit. Þannig að það er hægt að gera crossfit að atvinnu sinni? Já, þú getur gert það og það sem er búið að gerast núna síðust ári er það að það eru fleiri mót farin að vera haldin út allan heim og í rauninni fer þetta eftir því hver er að halda mótin, hversu góð velurinn verða í rauninni. Þannig að ef þú ferð að keppa í Dubai þá getur verið nokkuð vissum að þú fáir ágæta summið og vinnur. Já. En hvernig gengur, ekki erfitt að fara alltaf svona út eða ertu bara að vinna eins og geðsjúklingur til þess að komast út eða nefn að fá alveg styrki? Já, það gengur mjög vel. Þannig að ég náttúrulega borga alveg á mínu peningum eitthvað en CrossFit Hengill hjálpar mjög mikið og ég reyni að safna pening eins og ég get. En þann dag í dag er mjög gaman að ferðast og reyna að fara eins mikið út og ég get, þannig að ég er ekki komið leið á þessu allavega ennþá. Ég er ekki orðinn svo stór að ég sé alltaf á leiðin út. Ég fer ekki út í hverju mánuði. Nei. Maður gæti kannski verið þreyttur á því þá. Já. Þetta ekki, tímur í ljós. En þetta verður þetta er svona aðal áhugamál náttúrulega, en þetta er atvinnuðin eða ekki í dag? Jú. Já. Ég er þjálfa í CrossFit Hengli og er síðan að æfa þess á milli. Þannig að það er nóg að snúast. Það er nóg að snúast. Klálega. En hvenær gerði þið þannig að CrossFit var bara lífstíl hjá þér? Varstu bara ástofangin að þessu strax eða? Já, í rauninni. Ég dreif mig bara að klára þennan skóla. Þannig eftir að þegar ég kynntist þessu þá átti ég held í einu önn eftir í skólanum. Kláraði hana og byrjaði síðan áramótin 2012-2013. Þá byrjaði ég í rauninni bara svona á fullu. Já. Þannig að ég er ekki farin í háskóla
allavega ekki strax. Nei, en það allan að þú ert Íslandsmeistari í CrossFit og svo ertu náttúrulega þjálfa og vinna bara við þetta en núna árið 2014 stefnir á að fara eitthvað út? Já, ég byrjaði að setja núna í janúar þar sem ég fór á Battle of London og næsta mót Evrópumótið. Já. Þar komast inn 45 topp 45 í Evrópu. En þar, þú verður svolítið að taka þátt í undankeppni fyrir Evrópumótið. Já. Og þar komast inn, topp 45, en ég tel mig vera nógu góðan til þess að komast þar inn, þannig ég nokkuð safe þangað inn. Reynir þetta ekki rosalega bara á andlegu hliðina CrossFit, eða það stór þáttur í þessu eða ekki? Jú, það sem að ég tek sérstaklega vel eftir að við erum að taka mikið af æfingum í sérstaklega mótum, þá erum við að gera kannski 4 æfingar á dag. Það tekur náttúrulega sérstaklega mikið á líkamanum, en klálega ekki minna úr hausnum, það sem að þarf að vera alveg mjög einbeittur allan daginn, reyna að borða eins mikið og getur á milli, hvílast, og það getur oft verið mjög erfitt. Þannig að þetta alveg svaka dagskrárhöfð, þannig að þú þarft að í rauninni alltaf skipuleggja alveg næstu vikuna alveg vera með hann að potta þetta. Já, alveg klálega. Og þetta tekur mikið úr manni í svona mót. Þetta mikið álag í freka langan tíma, 2 dagar í keppni í CrossFit freka mikið, þannig að ég maður þar síðan bara góðan tíma til þess að recovera vikun eftir. Og þá það væntanlega skiptir miklu máli að það ekki varandi svefn og fæði líka með þessu öllu. Algjörlega, klálega. Mér líður yfirleitt ekki vel nema ég fái svona 7,5-8 tíma svefn. Já, það bara þannig. Já, og ef ég næ því ekki þá reynir ég kannski að bæta upp svona, nappa yfir daginn. Já, nákvæmlega. Herðu, en svo ólympísku lyftingarna, þar var náttúrulega nóg á mótum í því líka og þú kepptir meðal annars á Norðurlandameistarmótinu. Já. Með landsliðinu þegar ekki? Jú. Og þið urðu Norðurlandameistarar? Já, á singlastigum urðu við Norðurlandameistarar. Það var frekar góð tilfinning. Þetta var haldið á Akureyri, Íþróttahúsinu á Akureyri. Það var líka gaman að sjá þarna liftara sem eru á næsta leveli í rauninni. Gaman að fylgjast með þeim sem eru betur maður sjálfur. Þannig að það að einhver að stefna. Já. En hvernig ólympísku lyftingadagskráin hjá þér? Ertu með það bara inn í CrossFitinu hjá þér eða? Já. Ég legg svolítið mikla áherslu eins og ég sagði á ólympísku lyftingar og það rauninni bara inn í prógraminu að æfa ólympísku lyftingar með CrossFit. Og það náttúrulega, núna síðasta mót það var Reykjavík International Games eða ekki? Jú. Og þar bættir þú met? Þar setti ég bætti met í snörun, mitt eigið met reyndar, um 1 kíló, 112 kíló í snörun. Og þetta alltaf gaman að setja met, sérstaklega í beinni. Já, nákvæmlega. Það skemmir ekki fyrir. Já. Og svo var náttúrulega sumarmótið eða ekki? Jú, sumarmótið var síðan í sumar 2013. Ég vann það á stigum og setti þar, met það sem ég setti metið sem ég var að bæta núna daginn. Já. Þannig að það var verið nóg í því. Voru eitthvað fleiri móti ólympísku lyftingu sem tókst á því? Nei. Svo náttúrulega má ekki gleyma CrossFit mótunum og ólympísku lyftingu sem svona innan félags eða ekki hjá okkur? Jú. Já. Það algjör snild. Já, það þetta að keppa við félagarna? Já. Það eru nokkrir hjá okkur sem eru farnir að taka þetta svolítið alvarlega. Það bara gaman að því. Já. En svona aðeins áfram að ólympísku lyftingum, þetta náttúrulega svaka dagskrá og og það þarf að passa vel upp á líkamann í kringu þetta. Alveg klálega. Þetta mjög tæknilegt, mjög tæknilegar æfingar. Þetta í rauninni bara snörun og clean og jerk. Og í rauninni verður maður aldrei fullkomlega teknískur í þessu. Nei. Maður þarf sérstaklega mikið að hugsa líkamann í þessu vegna þess að þetta tekur sérstaklega mikið úr manni. Passa að þetta sé allt saman svona fara nákvæmlega eftir prógraminu í rauninni. Þannig að ef þú gerir það mikið þá færðu það oft í bakið sko. Já. Og en hvernig svona í ólympísku lyftingum kannski byrji fyrir hlustundur sem ekki vita hver munurinn á kraftlyftingum og ólympísku lyftingum? Hann einmitt sérstaklega mikill. Það í rauninni í ólympísku lyftingar eru 2 lyftur. Það snörun og clean og jerk. Já. Það eru bara þessar 2 lyftur. Kraftlyftingar eru réttstöðulyfta, hnébeygja og backpressa. Já. Þannig að þetta mjög ólíkar greinar og ef að fólk verður á að kynna sér þetta þá mæli ég bara með að
YouTube að þetta. Já, nákvæmlega. Þar sem að þið lyfti eitthvað. Getur maður þá að sé þið bara lyfti eitthvað? Já, setjum bara Björgvin Karl og það gæti verið að sé eitthvað. Já. En hvernig er samt svona áhugin fyrir ólympísku lyftingum, finnst þér? Hérna. Þetta var mikið ráðum fyrir sko. Svona í kringum 70. Milli 70 og 80, það var þetta svolítið mikið. Já. Jón Páll reyndi fyrir sér einmitt í ólympísku lyftingum. Fyrir þá sem hafa lesið bókinans. Já. Og hérna, svo svona leiði þetta svolítið út af eitthvað. Og með tilkomu CrossFit hefur ólympísku lyftingar svona verið að koma aftur upp. Já. Og það er mikið af crossfiturum sem eru bara orðnir mjög góðir í ólympísku lyftingum og eru farin að færa sig svolítið bara í ólympísku lyftingarnar. En hvernig er, svona planið hjá þér núna 2014 í ólympísku lyftingum? Ertu að fara að keppa eitthvað úti eða hérna heima eða hvernig er? Já, alveg Þú ert náttúrulega landsliðinu? Já, og það er hérna, ég veit ekki alveg, ég er ekki með á hreinu hvenar eða dagsetningi hvenar þessi mót eru, en það er Íslandsmót einhvern tíðan. Svona, getur verið að sé í apríl, ég er ekki alveg kláraði. Held það samt. Ég mun ábyggilega láta sjá mig þar. Og svo er rauninni bara, ég veit svo sem ekkert með hvernig þetta verður með utanlandsferðir í ólympísku lyftingu, hvort að við förum eitthvað með landsliðinu, en það verður að koma í ljós. En, er ekki hægt að keppa á ólympíuleikum í þessu? Það er hægt að keppa á ólympíuleikum í þessu, en levelið í svona fyrir í Rússlandi, Pólandi, það er svolítið mikið hærra heldur en á Íslandi. Já, þannig að það er ekkert auðveldast í heima að komast að þeim. Nei, það er eiginlega... Eru það bara skrimsli þar eða? Já, það er bara, ef að fólk hefur tíma og myndi skoða þetta, þá þetta er ótrúlegt. Já. Maður trúir ekki hversu sterkt fólk getur orðið, sko. Já, þetta er bara fáránleg að horfa á þetta. Já, þetta er örgulega, menn eru teknir bara á unga aldri og bara 5, 6, 7 ára. Já, þetta er bara svoleiðis. Þannig allavega fyrir austan, sko. Þannig ég þarf að fara að setja pjakki minni í þetta núna. Ég ætla að gera hann er á fínum aldri núna. Já, 5 ára. Já, þetta er fínt. Fínt að byrja núna í krafti. Drengur, nú byrjar í ólympísku lyftingum. Senda hann bara, veit það ekki, eitthvað. En hvernig, það er hægt að æfa ólympíska lyftingar hérna hjá ykkur eða ekki? Jú, og ég er sérstaklega, hérna með, ég held ólympísk lyftingarnámskeið, þar sem við förum sérstaklega bara yfir snörun og clean and jerk. Og margir af crossfiturum hjá okkur eru fannir að nýta sig það. Já. Það er mjög jákvæmt. Finnst þér ekki gaman að þjálfa? Svona fylgjast með framförum svona einstaklingar sem þú ert að þjálfa? Jú, að því að sérstaklega í þessu, sko, að því ég hef svo mikið áhuga á þessu og það var mjög gaman að sjá fólki fara fram. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt, sérstaklega að þjálfa þetta. Það er sérstaklega gaman. Já. En hvaða grunn hafðirðu í íþróttum áður og byrjaði crossfit? Ég var í 9 ár í 5 leikum. Já. Og ég tel það að vera svona aðal grunnurinn. Hann kemur sér sérstaklega vel að vera með 5 leika bakgrunn eins og kannski fyrir aðrar íþróttir líka. Æðurðu þá 5 leika á Selfossi eða í Stokkseyri? Selfossi, við vorum Stokkseyri, Selfossi og síðan aðeins í Reykjavík. Síðan var ég búinn að vera í fótbolta í 13 ár held ég. Já. 12-13 ár. Þannig að það hefur verið nú í því. Já, það var, þó mér finnst ekkit ofsalega gaman að fylgjast með fótbolta. Nei. Þá er ég samt glerharður Liverpool-maður. Já, við förum nánar í það eftir því að það er nú ekki leiðilegt fyrir búlarinn að fá sér tjá sig aðeins núna áður, svona í restina áður en ég sleppi þér. Það er rétt. Hvernig líst þér á það? Bara mjög vel. En það ekki, er svona, kannski í lokinu áðurinn ég slóta með crossfiti og ólympísku lyftingar. Hvernig, ef það er eitthvað sem er áhuga kannski að leita þessir þjálfun hjá þér, hvernig getur hann? Ég myndi bara hafa samband við CrossFit Hengil á Facebook, senda bara fyrirspurn. Já. Við erum svo nýbyrjuð með grunnnámskeið sem er í gangi núna og mun þá væntanlega byrja aftur í, byrjun mars. Já. CrossFit Hengil. CrossFit Hengil á Facebook, já. Þannig að senda fyrirspurn ef það er eitthvað. Já, nákvæmlega. Við ætlum að deila þessari síðu hérna á sportáttarsíðunni ef þið eru eitthvað að reyna að finna þetta hérna upp, en hérna eftir smástundu ætlum við að tala um enska boltan í smástundu og áðurinn í sleppir og einhverja skemmtilega fótboltasögur og yngri flokkunum. Já, klálega. Já, það er bara hannig. Farið ekki langt, hlustu góður. Staðan í leik kvöldsins í 8. úrslitum í handboltanum, þá er þannig mánuðast að staðan í Selfoss IR er 22-26 fyrir IR og Haukar þeir sigruðu Val í kvöld
með 27-26 í æsispennandi og stórskemmtilegu leik í Vodafone-höllinni. Og svo var það náttúrulega F-fáingar sem komast í undanúrslitin eftir framlengdan leik gegn Akureyri 32-30. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.